Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við breytum úr einni einingu í aðra í hinu alþjóðlega einingakerfi. Þetta einingakerfi kallast SI-kerfið. Það er þetta að sjá sér myndband það, svona orðskýringamyndband. Líka SI-forskeytið og SI-mæleiningar. Þetta er allt mismunandi orðskýringamyndband. En hérna er að segja hvor stærðin er stærri eða hvort þetta er jafnt. 3700 kilometrar og svo erum við 3,7 sinnum 10,5 metrar. Við skulum byrja að skrá þetta sem metra. 3, 7 og svo teljum við 1, 2, 3, 4. Komman var hér. Við færum hann aftur 5 sæti. 1, 2, 3, 4, 5. Þannig þetta er rétt svona. Svo ætla ég að breyta þessu í metra. Þá þarf ég að vita hvað eru margir metrar í kílómetra. Þeir eru 1000. Þá bæti ég við 3 núllum. Svo bara teli ég núllin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Þetta er stærra. Þess vegna er opið á gognum á það sem er stærra. 2800 hektolítrar og 280 lítrar. Það vill svo skemmtilega til að hektolítrar eru 100 lítrar. Þannig að þetta er í raun 2800000 með 280, þetta er miklu stærra. 338 kilometrar. Breytum því í metra. Þá sjáum við að þetta er það sama. Þurfum alltaf að breyta þessu í sömu einingar til þess að geta borið þetta saman. Því að leið og við reynum að horfa í sitt hvora eininguna þá fáum við aldrei neitt vitrænt út úr því. Breyta 510 grömmum í hektogramm. Þá þarf ég að kunna röðin og ég ætla að sýna ykkur hana. Ég ætla að hafa þetta í metrum af því að það er svona bara okkur er þægilegast að skoða þetta í metrum. Svona. Þessa röð þarf eiginlega bara að læra. Þannig að 510 grömm, breyta því í hektogramm. Þá tek ég út M og set G í staðinn. Ég þarf að færa, sjáu þið, kommuna 1, 2 sæti. Þá færi ég hana hingað. Þetta eru 5,1 hektogramm. 3,1 km í metra. Þá tel ég 1, 2, 3 og nú er ég að fara í þessa átt. Þá færi ég kommuna í hinn áttina. 3, 1, 0, 0 metrar. Komman var hér, ég færði hann 1, 2, 3 sæti af því ég fór 1, 2, 3 pláss hér. 48 mm í desimetra. Þá ger ég 4, 8 og svo skoða ég ætla að fara úr millimetrum í desimetra. Ég gleymdi að setja inn desimetri í þetta kerfi. Má sjá. Þurfum við bara aðeins að læra. Hefur engin áhrif á það sem ég er búinn að gera fram að þessu. Breytum við þessu bara í desimetra. Þessu í sentimetra. Þá koma millimetrarnir hér. Ég á að breyta úr millimetrum í desimetra, þá fer ég upp 1, 2 sæti. Komman er hér, þá fer ég 1, 2, komman kemur hingað. Þá er þetta 0, og síðasta 84,6 km í mikrometra. Mikrometrar eru reyndar ennþá lengra í þessa átt. Það eru 1000 mikrometrar í 1 millimetra. Þannig að þá þarf ég að telja. Ég þarf að fara úr kílómetra niður í millimetra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og svo 3 viðbót. Ég þarf að bæta við 9. Þannig að þetta er 8, 4, 6, 0, 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mikrometrar. Þið sjáu, ég bætti við 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komman var hér, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og svo 3 núllum viðbót til þess að fara úr millimetra niður í mikrometra.
Hvað eru margir fermetrar í einum ferkílómetra? Ferkílómetri er 1000 metrar sinnum 1000 metrar. Þannig að það eru 1000 metrar í kílómetra, en af því að ég margfalda lengd sinnum breidd í flatarmáli, þá eru það 1.000.000 fermetrar í einum ferkílómetra. Af því ég geri lengd sinnum breidd, þá er í raun tvöfalt fleiri 0 heldur en voru hjá mér áðan. Sentimetrar í desimetra. Það eru 10 desimetrar í einum sentimetra. Þannig að hérna ger ég 10 sinnum 10, þetta eru 100. Og margir ferdesimetrar í fermillimetra. Nú lendi ég í smávanda, af því að hér er ég með miklu minni tölu, því ég er að breyta úr millimetrum í desimetra. Og það eru 0,01 desimetri, 1 millimetri er 0,01 desimetri. Við förum úr millimetri í sentimetri í desimetra. Og þegar ég margfalda þetta saman, þá fæ ég 0,0001. Þetta er desimetri, því að þetta virkar í raun í margföldunaráhrifin virka líka í að gera tölurnar litlar. Ef við erum að vinna með tölur sem er ekkert sérstaklega stórar. Breyta einum hektara í fermetra. Hektari er 100 metrar sinnum 100 metrar. Það eru 10.000 fermetrar í einum hektara. Og ef við ætlum að breyta 320 fermillimetrum í fermetra, þá ger ég 3, 2, 0 og nú þarf ég að telja. Ég er með komuna hér. Þetta eru millimetrar. Ef ég fer upp 2 sæti er ég komin í sentimetra. Ef ég fer upp 2 sæti í viðbót er ég komin í desimetra. Þá er ég komin hingað. Og þá er ég bara eftir 2 í viðbót. Sjáðu þið. Hérna eru millimetrar, sentimetrar, desimetrar, metrar. Og ég þarf 1, 0 í viðbót og svo komuna. 2, 0 fyrir hverja einingu af því ég er búin að margfalda lengd sinnum breidd. Hvert 0 hefur tvöföld áhrif. Þegar við komum í rúmmetra, þá er ég með þreföld áhrif. Hér er ég búin að margfalda lengd sinnum breidd sinnum hæð. Þannig að þetta er 10, 10 og 10. Að þá hefur þetta verður 1000. Þannig að 1 0 verður að 3. Þannig að þegar ég ætla að breyta 2 desimetrum í 2 rúmdesimetrum í millimetra, þá bætast við 3 0 að fara úr desimetru niður í sentimetra og 3 0 í viðbót að fara niður í rúm millimetra. En þegar ég fer í hina áttina, þá tel ég 1, 2, 3 bil til þess að fara upp í desimetra og svo 1, 2, 3 í viðbót. En þetta er 0,0058 rúmmetrar. Sjáðu, ég fór 1, 2, 3, 0, þá var ég komin í rúmdesimetra. Þá er ég komin hingað og svo þarf ég að fara 1, 2, 3 í viðbót til þess að fara úr desimetrum upp í metra. Það eru 1 tonn eru 1000 kíló og 1 kíló eru 1000 gram. Þannig að 0,5 tonn eru 500 kíló sem eru 500.000 gram. Og 3,2 kíló, það eru bara 3200 gram. Þá fær ég komuna 3 sæti. 1, 2, 3. Hún var sem sagt hér. 1, 2, 3. Af því að það eru 1000 gram í
kílói.